Komið sæl. Una Emilsdóttir heiti ég og ég sérnámslæknir í atvinnu- og umhverfislæknisfræði en sú sérgrein felur meðal annars í sér rannsóknir á áhrifum umhverfis á heilsufar. Þá sum sé átt við útsetningu manna fyrir utanaðkomandi þáttum í umhverfinu sem geta haft áhrif á heilsuna en rannsóknir á því sviði taka til alls umhverfis mannsins, þar að segja allra óerfðafræðilegra þátta, allt frá því fyrir getnað og út lífið. Í dag mun ég leggja áherslu á sérstakan flokk efna í okkar nærumhverfi sem vill gjarnan yfirsjást en hefur þó blessunarlega verið að fá stigvaxandi og verðskuldaða athygli undanfarin ár og það flokkur snyrti- og húðumhirðuvara. Það kann hugsanlega koma óvart fyrir einhverja að slíkur flokkur geti borið með sér leyndar hættur og skaðlega útsetningu af einhverju tagi enda tengja margir flokkin einvörðungu við jákvæð hugtök eins og vellíðan, sjálfsumhirðu eða self-care, fyrirbyggingu öldrunar, dekur og umönnun húðar. Við notum húð og snyrtivörur til að hreinsa, vernda og breyta lykt eða útliti líkama okkar, svo eitthvað sé nefnt. Sífellt bætist í vörur á markaði og húðrútínur verða æ flóknari með hverju árinu. Það skiljanlegt. Við viljum flest vera bestu útgáfur af okkur sjálfum. En það mikilvægt að skilja hvernig þessi efni haga sér eftir að þeim hefur verið sprautað á húðina, makað í hársvörð, húð, hár eða varir og hvort þau geti þar með haft varanlegri áhrif á líkama okkar en einungis þau tímabundnu fegrunar, varnar eða vellíðunar áhrif sem við óskuðum okkur. Húðin eins og margir vita okkar stærsta líffæri sem gegnir mörgum mikilvægum hlutverkum í líkamanum. Hún í raun alveg stórmerkilegt fyrirbæri og tilgangur hennar nær langt umfram það að vera einungis vörn gegn ytra umhverfi okkar. Fyrir utan að vera okkar fyrsta varnarlag sem verndar innri líffæri gegn áverkum hún einnig hluti af okkar mikilvæga ónæmiskerfi sem ver okkur gegn sýklum og ákveðnum efnum í umhverfinu. Hún hefur ákveðna innkirtlavirkni líka og stuðlar meðal annars að D-vitamínmyndun fyrir tilstilli útfjólublára geisla sólarinnar. Með svitamyndun og æðasamdrætti eða æðavíkkun stjórnar húðin líkamshita og vatnsjafnvægi líkamans og taugaendar í húðinni gera okkur kleift að greina snertingu, þrýsting, hitastig og sársauka. Síðast en ekki síst hjálpar húðin okkur við losun úrgangsefna úr líkamanum með aðstoð svitakirtlana. En þó svo að eitt af megin hlutverkum húðarinnar sé að virka sem varnarlag og hindrun, þá á sér einnig stað töluvert frásog og upptaka efna sem húðin kemst í snertingu við. Þetta afskaplega mikilvægt að hafa í huga í sambandi við heildarútsetningu líkamans fyrir efnum. Sérstaklega út frá umhverfislæknisfræðilegu sjónarhorni. Og nú svo komið að það ógerlegt fyrir nútíma mannesku að komast í gegnum daginn án þess að vera útsett fyrir tilbúnum efnum af einhverju tagi, ýmist húð, við inntöku matar eða við innöndun. Þegar efni borin á húð berast þau til dýpri laga húðarinnar og þaðan yfir til blóðrásarinnar og geta þar með valdið kerfisbundnum áhrifum allan líkamann. Þetta gerist með nokkrum leiðum. Þar má nefna millifrumuleiðina, þar sem efni finna sér leið milli húðþekjufrumanna og að einhverju leyti háð stærð sameinda, hleðslu þeirra og formgerð. Efni berast einnig inn húð við innanfrumuleið, þar að segja beint í gegnum frumur yfirhúðarinnar og með hinni svokölluðu viðbótar eða fylgdarleið sem felur í sér flutning sameinda inn hársekkina og svitakirtlana. Ýmsir þættir hafa svo aftur áhrif á magn efna sem frásogast í gegnum húðina. Þar má nefna tegund og styrk efna, leysni efnanna í vatni og leysni þeirra í olíu, tímalengd snertingar við húðina eða jafnvel tilvist annarra efna á sama húðsvæði sem geta aukið eða hindrað frásog. Hitastig og raki getur einnig haft sitt að segja. Húðgerð og ástand húðar skiptir líka máli en sködduð húð hleypir talsvert meira af efnum í gegnum sig. Þar fyrir utan upptaka mjög breytileg eftir húðsvæðum vegna þátta eins og til dæmis þykkt húðarinnar og þéttleika hára og svitakirtla svo eitthvað sé nefnt. Aldur skiptir líka máli. Ung húð almennt móttækilegri fyrir innihaldsefnum í vörum þar sem hún þynnri, opnari og viðkvæmari en húð fullorðinna. Fyrir utan þetta allt saman geta eiginleikar húðarinnar verið undir áhrifum af meðfæddum, eðlislægum og eða líkamstengdum þáttum eins og þjóðerni, kyni eða jafnvel lífstíl og líkamsþyngdarstuðli. Þetta útskýrir meðal annars hvers vegna við höfum svo ólíkar þarfir og hvers vegna mismunandi húðvörur henta hverjum og einum. Rannsóknir áætla að einstaklingar taki upp allt að 1 til 2 kíló af tilbúnum efnum húðina úr snyrti- og húðumhirðuvörum árlega.
Efni sem forfeður okkar komust aldrei í snertingu við og efni sem líkamar okkar þurfa að taka við og vinna úr. En hvað gerir líkaminn við efni sem inn í hann berast? Öfugt við næringarefni sem berast inn slímhúð í meltingavegi og nýtast okkur til líkamlegrar virkni eða uppbyggingar, þá eru manngerð efni sjaldnast með slíkt notagildi. Eftir að efni sem borin á húðina berast með blóðrás til vefja og líffæra, reynir líkaminn að losa sig við þau eða geyma á ákveðnum geymslustöðum þar sem þau valda síður skaða. Fituvefur dæmi slíka geymslustöð. Það eru margar mögulegar útskilnaðar leiðir og fara þar eftir því hvaða efni ræðir. Útskilnaður flestra eiturefna og umbrotsefna þeirra fer nýrun og skolast út með þvagi. Lifrin, sem eitt af okkar helstu afeitrunarlíffærum, hjálpar einnig til við útskilnað efna. Þá eru fituleysanleg efni líklegri til að skiljast út með galli í gegnum meltingaveginn eða safnast upp í fituvef, en þau vatnsleysanlegu hafa tilhneigingu til að skiljast út nýrun. Einhver útskilnaður á sér svo stað með brjóstamjólk, svita og munnvatni. Sum efni festast svo í ákveðinni hringavitleysu, en það þegar efnasambönd skiljast út lifur með galli, endursogast úr þörmum og skila sér aftur til lifrar. Í þessu samhengi vil ég minnast á myndlíkinguna eiturefnaglasið sem ég hef minnst á hér áður í fræðslumyndbandi á vegum Lyfju og hvet alla neytendur til að hafa bak við eyrað í hvert sinn sem þeir velja að kaupa og nota vörur sem þeir setja ofan í sig og á. Maður getur séð fyrir sér að hafi líkaminn ekki undan við að losa sig við efni sem berast inn í líkamann með fyrrnefndum leiðum, þá fyllist glasið smám saman, yfirborðið hækkar þar til að flæðir á endanum upp úr. Þá má segja að líkaminn og afeitrunarkerfi hans sé bugað og þurfa að lúta í lægra haldi fyrir kvilla eða sjúkdómi af einhverju tagi sem þá hefur náð bólfestu í líkamanum. Við verðum fyrir eituráhrifum strax í móðurkviði og þar á leiðandi eiturefnaglasið ekki einu sinni tómt við fæðingu. Það fer því líka eftir umhverfi og lifnaðarháttum móður hversu hátt eiturefna yfirborð í glasi hvers og eins þegar viðkomandi fæðist, sem undirstrikar kröftulega mikilvægi þess að vanda sérstaklega vel val allra snirti og húðumhirðuvara á meðgöngu og fyrir ung börn, fyrir utan auðvitað að passa aðra lífstílstengda þætti eins og til dæmis mataræði. Yfirborð eiturefnaglasa okkar halda svo áfram að hækka og lækka á lífsleiðinni og með þeim gríðarlega vexti á efnaframleiðslu sem hefur orðið á síðustu áratugum hefur það því miður haft í för með sér að glös okkar fyllast á ofsahraða séum við ekki nægilega að passa svo. Og þá má ekki gleyma kokteilárhugunum sem lýsa því hvernig skaðsemi efna stigmagnast í líkamanum þegar mörg efni hafa áhrif á hann á sama tíma. Flestum í dag orðið algjörlega ljóst að með góðum venjum sé hægt að hafa veruleg áhrif á heilsuna til lengri tíma og fyrirbyggja margs konar lífstíls- og samfélagstengda sjúkdóma. Þá vert að huga að hreyfingu og heilsusamlegu mataræði til að stuðla að viðhaldi og uppbyggingu líkamans, en það ekki síður bráðnauðsynlegt að þekkja og forðast það sem veldur niðurbroti og neikvæðum áhrifum. Við viljum flest halda heilsunni sem allra lengst og við viljum að líkami okkar endist okkur vel og lengi. Einstaklingar sem setja heilsuna í forgangsraða því gjarnan heilsusamlegu og uppbyggjandi matvæli fram yfir þau sem hafa þekkt neikvæð áhrif á líkamann og heilsuna. Líta þarf á snirti og húðvörur með nákvæmlega sömu augum og að fenginni reynslu má fullyrða að það afar mikilvægt að velja vel það sem borið á húðina og vera vel upplýstur neytandi. Á markaði aragrúi af mismunandi snirtivörum sem hafa mismunandi samsetningu innihaldsefna. Dæmigerð vara inniheldur allt frá 15 til 50 innihaldsefni og miðað við að einstaklingar noti að meðaltali á milli 9 og 15 persónulegar umhirðuvörur á dag hefur verið áætlað að meðal einstaklingur komist í snertingu við tæplega 100 til rúmlega 500 efnafræðileg innihaldsefni eingöngu frá umhirðuvörum á hverjum einasta degi. Þó að formúlur umhirðuvara geti verið afar ólíkar, innihalda flestar snirtivörur blöndu af að minnstakosti nokkrum af eftirfarandi kjarna innihaldsefnum, en þau eru vatn, ýruefni, rotvarnarefni, þykkingarefni, mýkingar, litar, ilm og sýrustillandi efni. Því miður hafa ansi mörg þeirra reynst skaðleg eftir að dreifing og notkun þeirra hófst. Að ræða þúsundir efna en nákvæm tala óljós. Dæmi skaðleg efni sem almennt finnast í snirtivörum og valda vísindamönnum áhyggjum eru til að mynda sum paraben, þalöt, formaldehýð, þungmálmar og sumar gerðir uvafsía.
Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli langvarandi útsetningar fyrir tilteknum efnum í snirti- og húðumhirðuvörum og heilsufarsvandamála á borð við ofnæmi, krabbamein, hormónaójafnvægi með þartilheyrandi röskun á frjósemi og æxlun. Á síðasta áratug hafa rannsóknir European Working Group og annarra vísindamanna svo staðfest að efni geta borist frá þunguðum konum til fósturs í gegnum naflastrenginn og haft áhrif á framtíðarheilsu og þroska barna. Nú hefur vaxandi fjöldi rannsókna meira að segja sýnt að sum efni geta haft áhrif á genamengi, svoleiðis að áhrif þeirra eru ekki einungis bundin við okkar heilsu, heldur jafnvel afkomandi okkar og komandi kynslóða. Í ljósi alls þessa er afar ánægjulegt að sjá þær jákvæðu breytingar sem hafa orðið á markaði húðumhirðu og snyrtivara. Með aukinni vitund neytenda áhrif efna sem frásogast húðina hefur áherslan færst í auknum mæli yfir á hreinar óeitraðar vörur. Vörumerki sem sérhæfa sig í hreinum vörum, þar með talið sólavörnum, eru nú í meira mæli til staðar á markaðnum og úrvalið hefur í raun aldrei verið betra. Þessi þróun er í takt við aukna eftirspurn neytenda sem vilja öruggar og hreinar vörur. Við getum þakkað fyrirtækjum sem hafa brugðist hratt við þessari þróun og unnið ötullega því að fjölga slíkum vörum á búðarhillunum. Með því að taka upplýstar ákvarðanir, kynna okkur innihaldsefni, setja kröfur og velja vörur frá ábyrgum söluaðilum getum við haldið þessari jákvæðu þróun áfram. Með því að greiða atkvæði með veskinu getum við öll lagt okkar af mörkum til að tryggja hreinar vörur, lausar við skaðleg efni fyrir bæði okkur og komandi kynslóðir. Húð okkar og heilsa á það sannarlega skilið.